Ef við skrollum síðan hérna til hliðar, þá fáum við driver assist. Bíllinn kemur og er afhentur með stilt á maximum. Það er það sem framleiðandi mælir með. Þá er kveikt á öllum fjarlægðarskynjurum, árekstravörnum og allt eins og við viljum hafa þetta. Ef þið eru ekki að breyta þessu, þá er það bara ykkar ábyrgð. Settings and service, þar eru margir góðir og skemmtilegir fítusar. Steering wheel button sem er flýtilegin fyrir ýmislegt sem þið geta valið. Það er raun og veru stjarna í stýrinu og þar getur þú valið hver flýtilegin er, hvort þetta sé að flakka á milli útvarps og þráðlausa spilunar. Ég ætla að leyfa mér að fullera 99% af þessum sem við höfum afhent bíl nota flýtilegina sem kveikja og slökkva og hita í stýri. Næst fyrir neðan er hold assist en bíllinn er með þeim búnaði að ef þú stoppar í brekku, alveg sama hvort það sé upp eða niður, þá er bíllinn kjur þangað til þú tekur af stað og þarf þar af leiðandi ekki að sitja á bremsinu allan tíman. Fyrir neðan getur alltaf fylgst með hvenær bíllinn á að koma næst í þjónustuskoðun og þessi á að koma í þjónustuskoðun eftir 2 ár eða 30.000 kílómetra. Online car care, þar ef við erum búin að setja bílinn upp, gera þig að key user og þú í appinu búin að samþykkja að Hekla sé þinn þjónustu aðili, þá getur alltaf farið hérna inn á og þá færðu leiðina af þínum þjónustu aðila sem er Hekla og í raun og veru bara tengist á beint í gegnum GPS-kortið ásamt því að gefa upp símanúmer. Næst fyrir neðan, þar er sem sagt loftbói fjöðrunin fyrir trailer eða þú ert að draga eitthvað. Ef þú ert að draga eitthvað mjög þungt í eftirdragi, þá er fínt að haka í þetta og þá stillir bíllinn fjöðrunina eftir því sem þú ert að draga. Central locking, þar eru bara helstu stillingar hvernig þú vilt að lykillinn virki, til dæmis ef þú aflæsi bílnum að hann opnar allar hurðir eða eingöngu ökumannshurð. Annar vinsæll valmöguleiki sem er hérna, ítum hérna niður, það er sem sagt fold mirrors. Ef þú hakar í þetta hér, þá þegar þú læsir bílnum, þá leggjast speglarnir að. Mjög þægilegt upp á það að bara geta fylgst með og verið viss að bíllinn sé virkilega læstur. Annað, það sem kemur þegar þú þarft að skipta dekk, að bíllinn vill vita loftþrýstinginn í dekkjunum. Það er mjög algengt, svona cirka 10-20 kílómetra eftir að það er búið að setja ný dekk undir bílinn, að loftþrýstingsljósið kvikni í mælaborðinu. Þá förum við hér inn í bílinn og inn í settings and service. Hér kemur tire pressure loss indicator og þar ítu þú á store tire pressure og loftþrýstingsljósið hverfur. Það er að segja ef bílinn er sáttur við loftþrýstingin sem er í dekkjunum. Næsta fyrir neðan sem ég verða að nefna, ef þú ert að þrífa bílinn eða það er búið að safnast drulla eða skítur fyrir neðan rúðuþurrkurnar, þá tökum þær ekki upp með handafli. Þá ítum við á þetta hér og rúðuþurrkurnar fara upp í svokallað þjónustu stöðu. Við viljum ekki taka þetta með handafli af því þá myndi brjóta þetta. Þá erum við raun og veru búin að fara yfir þetta helsta sem er hérna undir flipunum car eða bíllinn. Svo skora ég bara á því að fikta í þessu, kynnast bílnum. Þetta er mjög fljótt að koma og eins og ég vil ítreka, það er mjög erfitt að skemma eitthvað með fikti en þú ert eftir að læra helling að því.